Trebul sem sagt hugbúnaðarfyrirtæki sem býr til hugbúnaðarlausnir sem nýtast við þróun á gervigreind og svona tækni sem snýr að hljóði. Þegar við byrjuðum þá vorum við að hugsa svolítið byggingageirann, sem sagt að gera hugbúnað sem að hjálpa til við að hanna hljóðvist í byggingum, en núna erum við komið miklu meir í tæknigeirann sem stór og hratt vaxandi geiri og í gervigreind. Þannig alls konar hljóðtengd gervigreind eins og bara talgervigreind og svona stærstu viðskiptavinir okkar eru stóru tækniríkistarnir í Bandaríkjunum. Við erum mjög stolt að vinna með Google og Amazon og Samsung og fleirum meðal annars. Við byrjuðum 4 gaurar í gluggalausum kjallara upp í háskóla, en svo var svona boltinn byrjaði að rúlla og okkur langaði að vera í góðu rými og ég meina við þurftum ekki að leita langt yfir skammt, þarna var bara gróska hinum með við götuna. Það náttúrulega eitthvað svona í loftinu, í grósku. Mörg sprotafyrirtæki, mikil gróska í orðsins fyllstu. Gróska hentaði rosalega vel fyrir Trebul á þessum tíma. Kom hann inn og í fyrsta lagi bara nutum við mjög mikið byggingarinnar. Þetta var frábær staðsetning, gott aðgengi, rækt í húsinu, en svo var sérstaklega hentugt fyrir okkur af því að við vorum að vaxa hratt á þessum tíma. Þá gátum við vaxið innan hússins, farið úr minni skrifstofu í stærri og ennþá stærri. Þannig að við byrjuðum í 6 manna skrifstofu og svo 12 manna og svo 18 manna og svo 25 manna og þetta var ekkert mál. Þannig að þetta var rosalega gott fyrir sprotafyrirtæki, svona early stage sprotafyrirtæki sem var að vaxa að vera þarna. Það var frábært að vera í grósku, en við erum svo sem á frábærum stað líka núna í dag. Fuglinn flaug úr hreiðrinu, má segja, þegar við fórum úr grósku. Færðum okkur yfir í Hafnatorg, þar sem okkur líður mjög vel í dag. Trebul heldur áfram að vaxa, sem virkilega spennandi og nú erum við byrjað að vaxa meira utan landsteinana. Þannig að þetta búið að vera skemmtilegt ferðalag úr kjallaranum í háskólanum, í grósku, hinga og svo núna byggjum starfsemi bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu. Þannig að geggja ferðalag, algjör rússibanni og alveg ups and downs eins og allir góðir í nýsköpun, en bara svaka spennandi tímar.